Já, herru, bara beint í þetta. Long time no hlaðvarp. Verið velkomin í hlaðvarp. Long time no hlaðvarp. Sko, Sölvi, hvenær var senasti þáttur? 29. maí. Já, ok, skulum bara byrja að dæla út afsökunum núna. Ég egnaðist bara 10. júní og það meiri pakki en í bjóstuðið og það búið að ganga á ýmsu síðan þá og maður svolítið fastur heima fyrir og maður hefur ekki allan tími í heiminum kannski til þess að vera vesennast upp í stúdíu og annað þannig að þú veiktist ekki líka eitthvað? Jú, ég var líka veikur. Já, þú varst fara veikur á þetta? Já. Var eitthvað fleiri afsökunar sem kom út? Eða eitthvað svona eina í viðbót, eitthvað svona... Þú veist, ekki, nei, þú veist... Kullun í starfi, ef maður taka það? Já, við fórum í verkfall líka. Já, þetta var þetta var svo erum við búin að vera á þriðjuvaktinni, báður. Já. Alveg pikkfastir í henni, í þeirri þriðju. Yes. Hvaða leikur var? Við skulum bara aðeins þú veist, það allir rótnir reikaðir og... Já, nei, bara hvað leikur var bara, þegar við tókum senstu þátt. Já, bara senstu leikur. Fyrir það. Já, það var sem sagt hjá strákunum var að 7-0. Það var bara 7-0. Vikings, in Ólafsvík. Svo hjá stelpunum var það 24. maí á móti Álftanesi 1-1. Sko, það er bara eins og þegar við hættum að taka upp, fórum í... Það var svo við sáum að það var svona smá brekka og við bara fórum, við hættum. Það lítur nefnilega hann út, það lítur nefnilega út eins og að við byrjum bara, komum smá mótlæti og við bara, heyrðu, ok, við tökum ekki þátt í þessu. Já. Nei, en þú veist, við erum ennþá bara jákvæður. Já. Senast... Hellingur að stigum í pottunum. Já, strákandur unni senast leik og... Stelpunar tappa sínum öðrum leik og ennþá í... Hvað sæti stelpunar? Það eru í 4. sæti þegar deildin basically hálfnuð. Já. Þetta svolítið pakki á stelpunum. Já, þetta alveg munar 4 stigum frá 7. upp í 1. Já. 4 stigum, sko. Þetta 11 deild. Já. Þannig að þetta basically bara, Eru fjölunnstelpunar þarna eftir? Nei, það eru í 5. sko, einu stig fyrir neðan okkur, en þeir eru visslega leikti góða samt. Það eru í 5. já. Já, en þú veist, eins og ef þær vinna þá fara þær í... Ef þær vinna þá fara þær í 1. Bara með þeim leikti góða. Já, pælti því. Þú veist, bara úr 5. í 1. bara, en já, þetta basically, þú veist, eins og bara hvert stig skiptir ekkert eðlilega miklu máli, bara akkurat þarna, sko. Já. Og líka hjá strákunum, sko. Já, þú veist, það er alveg, bara, í öllum íslenskum deildum skiptir öll stig mjög miklu máli, en það er einhvern veginn, í allan í önnardeild kvenna, þá er bara, þú veist, bara vægt til orða tekið hvert stig sem skiptir máli, sko. En núna skipta stigin máli á strákunum, sko. Já, hvernig staðan hjá strákunum? 7. sæti, 4 stigum frá öðru sætinu og 6 stigum frá því 1. Já, hvað, fyrir mig ekki að grenja við því? Nei, sérstaklega það var svo mikilvægt að vinna Hött, sko, og ég enda sá hann ekki, ég sá bara mörkin og ég sá eitthvað svona, ég fekk bara leikinn. Já, við vorum báðir í sveitinni þá. Já, basically ættamóti, svona mini, já. En hvað er þetta eftir, já, ég fekk hann eitthvað sendan, en ég horfði eitthvað svona smá leikinn og ég líka hlusta á fólk sem horfði á hann og eitthvað. Og sögðu bara að þetta væri bara, basically bara að við ættum svona 40-30 skot og Höttur Huginn fengur svona 5 skot eða eitthvað. Já. Og við bara rannsóknir hérna við skoruðum bara 2 mörk, en þú veist, bara hvað mestu yfirburðir bara sumarsins, basically. Já, ég veit. Og það kannski 15 að klára þarleik eins og segir hvernig hann spilaðist að við vorum vaðandi færum og ekki hitlið og það hefur oftar en ekki senstu ár verið þannig að bara við erum ekki að ná að klára þannig leiki, sko. Og svo lendum við undir eftir 20 mínútur og jöfnum á 90 eitthvað svona súrsætt jafntefli einhvern veginn svona. Já, það er bara tap, það hefur verið bara sagan eða í senast 2 árum hvað var að þessa leiki, sko. Já. En sko líka einn jákvæða punktur að það var með senastleikur að Óli fyrsti byrjunlegsleikur hans eftir hann meiddist, sko. Fyrsti leikur, ég held að sko fyrsti leikur eftir senastáttin okkar, sem 1. júní mútið Þrótti. Já. Þá
held ég hann hafi fengið meiddist eitthvað í kringum þann leik og hann hefur bara ekki byrjað leik síðan minnum mig. Veistu hvaða meiðsli þetta eru? Já, ég veist ekkert nákvæmlega, ég man ekki alveg nákvæmlega, þetta var eitthvað, þú veist, þetta var eitthvað bara í löppin einhvers staðar hérna, hjá Ílinni eða einhvers staðar bara, þú veist, áður fyrir neðan ökklana eða eitthvað svoleiðis. Og svo eitthvað, þegar hann fekk þetta, þá var hann eitthvað, ég rætti bara fyrir næsta leik um helgina og svo eitthvað svona, þú veist, byrjaði hann að æfa og þá fann hann aftur meira til og svo heyrði ég bara það að það gerst aftur og þekki ekki hvernig það gekk núna undanferð, hann hlýtur að vera komin á beinubreytum. Já, en hann fór svona eitthvað út af á móti Hött, en ég vona að það sé ekki. Nei, byrjaði hann líka? Já, hann byrjaði líka. Já, við erum ekkert að hendur hann í 90 þá strax ef hann Helgi bara að koma að vera eitthvað að myndu. Nei, einmitt. En hérna, það er það fínt hún nefnir Ólafur. Það er eitt sem ég ætlaði að ræða. Sko, við erum kannski, þóttu við höfum mist út hellingarleikjum og þú veist, hérna, gengið hefur bröðsótt síðan að við hættum að taka upp og þá erum við kannski ekki að fara við erum ekki að fara að rýna í hvern leik og við erum ekki að fara að vinna upp sérstaklega það er svo langt á milli sko. Einmitt, þú veist, við erum ekki að fara að vinna upp hérna, segjumst að þættir sem við hefum getið að taka upp og við erum með bara eitthvað hérna Haukaleikin hérna. Já, við erum bara með eitthvað hálftími hann bara heilan vinnudag af þætti bara, við erum bara með 8 tíma bara þriðavaktin. Já, hérna en, að því þú nefndir Ólafur það eru 2 eru ykkur fleiri að fara til Bandaríkjanna heldur en Oliver og hvað, Villi? Já, svo er líka strákur sem var láni okkur Dagur vinstrirbakkurinn, ég held að hann sé líka frútt ég bara þekki það ekki alveg. Nei. Og ég er ekki búin að sjá eitthvað eins og búið að koma á okkur social media síðum hjá þessum liðum sem þeir eru að fara til hjá Óla og hérna Villa en ég þekki ekki alveg með hérna Dag, hann var líka hann var held ég ekki í hópi senstleik heldur en ég veit ekki kannski bara eitthvað meður eitthvað, ég veit ekki en ég getur þetta ég þekki hann bara svo lítið hann, ég veit ekki. Já, sko hvernig opnar glugginn? Hann opnar 18. júlí, minni mig. Já, sko hérna þurfum við hver er varamarkmaður hjá okkur, það Jói? Sko Jóin 2007 basically var markmann okkur. Já. Við þurfum eiginlega að fara að sækja markmann fyrir. Það er nefnilega það sem ég var að velta fyrir mér í gær. Já. Þegar hérna ég fór eitthvað pæli í þessu Bandaríkjadæmi og náttúrulega bara geggjaður sér að fara út í skóla. Og hérna þurfum eiginlega markmann þá og hafsenda þegar Chico er meiddur. Já, sko Óli farin út. Það er búið að vera hafsenda hérna við sem ákveð búið meðsli og svona. Og svo er annar núna, Óli verið dett út, það er spurning, við þurfum allavega sko, mín pæling var sú með markmannstöðuna er að það er full mikið kannski að henda 2007 strák í markið. Já, það er alltaf góð að hafa hann sem varamarkmann sko. Já, en sko, þú sást að spila um þetta augnablik, eða ekki? Jú, hann byrjaði þá mitt og það var eitthvað 3 2007 sem byrjaði þá Rabbibann og Jói hann var ógeðslega góður þar sko. Og hann varði bara eins og sko, tillingur en hann, markið sem hann fekk á sig það var ekki raskat sem hann getur gert í því. Nei, sko, en ekki neitt margmar í heim sem hafa verið það sko. En hann var mjög að stanna bara maður leiksins sig á í þeim leik sko. Já, sko, málið er að hérna, ég var náttúrulega í þeirri pælingu að annarkvort þyrfti maður þá að fá markmannaláni eða bara ná einhvern annan markmann, skilur bara sama hvernig maður gerir það bara út tímabilið bara já, út tímabilið bara redda sér bara eða þá að bara henda honum í markið og gera bara eitthvað svona Donnarumma project já, bara eitthvað hann verið komið 200 leiki eftir bara eitthvað svona fyrir 20-aldurinn bara þú veist, Donnarumma, skilur þú veist, hann var bara 19 ára bara já, bara leiki markmaður bara eitthvað svona Birkir Kristins-tölur, skilur en hérna bara eitthvað hendi eitthvað alveg að project þar já, því þú veist, hérna hann er líka mjög góður ég hugsaði bara, af hverju ekki já ég held að það sé líka option sko, sérstaklega ef hérna, þú veist, þeir vilja nýta þú veist, ég veit ekki hvort það sé að vinna með eitthvað budget eða eitthvað skilur en þú veist, það er eins og enn þú veist, ef þeir vilja nýta þú veist, einhver aðra krafta í að styrkja frekar lið inn á vellinu skilur kannski frekar fá hafsend annan hafsend og vinstri bakkur eða þú veist, skilur eitthvað já, sko, þá líka eitt sem ég ætla að spyrja þig ef að þú fengi núna sæmilegt budget, ég er ekki að gera eitthvað svona ekki eitthvað svona football manager editor dæmi en ef að þú fengi núna bara svona gott budget fyrir aðræðlunum í Íslandi já. Og þú er að fara bara þú fengi bara alveg frálsar hendur bara í klukkanum núna
Hvað myndirðu gera? Þú veist mér finnst bara fyrst og fremst Írland að Hafsend sko. Þú veist ekki það að ég hvað er þetta eftir ég sé Arnur og Hrapp spila og steppa í Hafsend sko. Það var bara svo mikið högg að Chico hafi með að því í þessari deild þú þarft eiginlega að vera með gaur í Hafsend sem er bara þú veist, skilu þú veist bara sem er bara eitthvað svona Chico, Markmann Gásland eitthvað svona einmitt, skilu bara, það þarf alltaf eitthvað í Hafsendum hjá þér að vera aðalgaurinn í liðinu semi sko. Svona, ef þú pælir í því þú veist, þá er það yfirleitt þannig í þessum liðum í annarletinni og bara alltaf í bara flestum liðum þá bara ef með gott lið og alltaf með gott lið og alltaf með góðan Hafsend það segir sitt, en sérstaklega í annarletinni hvaða lið fór upp í fyrra? Njarðvík Þróttur og náttúrulega Ægir í þriðja sko, bæði þessi lið strax, Markmann Gásland í Njarðvík og var einhver úkranskur gaurið í Þrótti sem var vist bara eitthvað svona sem var bara allt og góður til að vera þarna hvaða lið fór upp og undan því? Þróttur Vogum og KVF sem fór beint niður aftur lóðrétt sko, KVF fór alltaf upp á okkur stemningu og í Þróttur Vogum, hvað var það ekki? Andrew Pugh Andy Pugh, jú, sem var alltaf Mark Wilson eitthvað með eitthvað og hver var aftur með þeim í Hafsend? Alltaf ég mann þegar ég spilaði mótið þá og þá voru einhverju 3 manna geðviki og þá var Pugharinn í Svíper bara eitthvað þú veist og hann alltaf bara hefur séð þetta alltaf áður og Mark Wilson var þarna Hemmir eða líka annar taldi mann en ég bara segja að þú veist það er alltaf í þessum liðum að það er alltaf bara eitthvað svona Hafsenda bara eins og Dóri þegar við fórum upp eða ekki skilju, þú veist, það er bara það er alltaf þessi típa í Hafsend sem er bara silverback górillan í liðinni þú verður að vera með hann það er líka bara í langflestum svona bara successful liðum á Íslandi bara í líki dag sérstaklega þú veist það bara það er alltaf með góðan Hafsend sko. Eða þú veist svona ekki ég segi að þú veist ef með gott lið Chico er ekkert eitthvað besti fótboltamaðurinn per se í liðinu en hann er kannski bara eitthvað þú veist gæti verið bara þú veist bara mikilvægast leikmann í liðinu skilur kannski fyrir utan börkina eða þú veist eitthvað svona skilur og missa hann er svo mikið þú tekur svo mikið út þú veist en ef þú tekur samt þú veist þessi Hafsenda þurfa ekkert endilega að geta halda á lofti sko. Nei ekki það, þú veist, þurfa ekkert endilega að vera eitthvað góður í fótbolta þú veist, þú myndi taka Richard Dunn eða eitthvað og segja bara eitthvað, heyrðu bara kotti með diagonal, hann myndi bara eitthvað sjankan sko. Bara en líka, þú veist, það er líka myndir í, hvað sér? Nei, ég segi það sem var svo sorglegt við að missa Chico er að við vorum að spila með Þróttur Vogum hann meiddist í fyrri hálfleik held ég og í fyrri hálfleik eða meiddist hann í hálfleik það skiptir ekki máli meiddist held ég allan í stöðunni 1-0 fyrir Þróttur Vogum og í fyrri hálfleik þá vorum við eða 0 skiptir ekki í fyrri hálfleik þá vorum við búin að klúra víti og ógeðslega marga deddara klúraðum og við vorum eiginlega bara búin að loka þá þegar að fengi eitt færi þú veist í fyrri hálfleik svo bara skora þeir alveg undir lokin og þegar þeir að fagna markinu þá flautar til hálfleiks skilur við bara versti tími í heiminn sem var sem mark og þá vorum við held ég búnir að missa Chico og bara eftir það bara þú veist að því að maður sá bara einhvern veginn svona að þú veist hann er bara svona límur einhvern veginn saman og bara við skulum ekki skulum ekki greina við því við skulum fara áfram í spurninguna hvað myndir gera klukkan myndir fara Hafsend ég myndi örugglega að fá mér þú veist örugglega að því að líka bara að því að Hrafn og Arnór maður treystir alveg þeim skilur en síðan segjum að Arnór eða Hrafn meiðist bara eitthvað í 2 vikur eða 3-4 vikur þá er einhvern veginn bara Steppi sem getur spilað þú veist komið inn fyrir hann skilur þegar Chico er mittur og Óli farin út ekki nú vilt setja Ásgeir Börk eða Sæma eða eitthvað í Hafsend eða þú veist skilur en þú veist ég myndi örugglega bara fara í 2 Hafsenda sko bara þú veist að byrja á því en svo er það nefnilega þú veist þú finnur ekki þessa típu sem við erum að tala um eitthvað endilega nei, þú tekur það ekkert upp á götunni, sko nei, þú veist, þú þarft að vanda það val svolítið vel og mér minnir, sko að við áttum að sæna einhvern Hafsend
2021 tímabilið sem átti að vera svona gaur. Fyrsta Arnar Hals. Hvað segirðu? Fyrsta seasonans Arnars. Já. Og ég man að hann sendi mér og Axel eitthvað vídeo á honum. Það var eitthvað, já, þetta þessi og ég man ekki frá hvað landi hann var. Erlendur, já. Og hvort hann verið frá Portugal eða eitthvað, ég man ekki. Og hann lúkkaði fyrir að vera þessi típa, sko. Það er svona silverback gaur, sko. Hann var náttúrulega, þú veist, hann var alveg keksuglar í haustum og allt það. Já, bara fínt. En hann ég held að ástæðan okkur hann kom ekki vegna þess að hann vildi ekki vinna með fótboltanum eða eitthvað. Hann var bóðið, þú veist, að við varum alltaf ekki hægt að borga mönnum endurlega til það, sko. Hann var eitthvað svona, hann var bóðið að vinna í Seljaskóla fyrir hádegi eða eitthvað, hann bara eitthvað gæti ekki. Já, bara glemdi. Já, einmitt. Ok. Já, en það þarf að vanda þetta val svolítið vel. Í hugmynd. Já. Ekki Mark Ásland, hann ekki að fara það? Það eru ósetti. Já. Já, honum. Og Axel og hann eru góðu félagar. Já, eigandi að... Einmitt. Við erum, við erum búin að íta á Axel með það. Það ekki? Jú. Já, þetta. Þannig að einu sem Axel þarf að gera núna er bara að alltaf kólólegt er hann á samningi en það sakar ekki að ringja í gamlan vinn og spjalla líð og tilvöruna. Já, það er svo hundi kaffibólla. Svo erum aðra líka. Já. Gilli, vill hann ekki fara að spila fótbolta? Já, það er það, sko. Bara fá hann lánu tímabili, bara, þú veist. Já. Hann getur spilað bæði hafsend og vinstri bakur. Einmitt. En ég held að ég bara veit allan hjá Víkingum þá var hann hugsað sem vinstri bakur. Já, kannski kemur inn fyrir Loga mögulega, ef hann fer það. Er eitthvað svoleiðis eða? Nei, þú veist, bara því að ég hitti hann svolítið og svona að spjalla okkur, hann er bara vinstri bakur hjá Víkingum, sko. Já, ok, þú bara alltaf fá hann þangað. En það sakar ekki að heyri í honum sett og bara fá hann. Bara lofa Arnari bara við spilum hann í vinstri bakuri. Einmitt. Og það er nefnilega það sakar ekki. Sko, að ég sagði á hann að ef þú varum ekki með Football Manager editor dæmi í gangi og þú væri með það í gangi þá myndir þú fara í Mark Ásland og Gilla. Já, alltaf. Bara... Þú veit, var það hjúts maður. En hvað, báða bara. Ertu með eitthvað fleiri stöður sem þú myndir skoða í klukkanum? Nei, ekki, þú veist. Ég er svona að hugsa... Það er alveg málið, það er ekkert endilega, þú veist. Við erum alveg, ég er svona að hugsa eins og frammi, þá erum við bara með tvo fína bara, solid bara í Bergvin og Sæmo og svo getur Gauði getur líka spilað þar og já, geta fleiri leist það, ég held að við erum alveg góður þar, svo eru kantarnir, þar erum við með Aron, við erum með Gauja, við erum alltaf með Braga. Við erum vel mannaði þar, sko. Já, við erum alveg freka, eins og Aron skora 2 seinast, Gauji er einhvern veginn alltaf að leggja upp, Bragi náttúrulega er að pakka þess að deil saman og Aron Daniel líka alltaf, meðist hann alltaf góður því síðan spila, síðan er við erum líka vel mannaður á miðinni, hvað er með Robba, Ásgeir Börk, við erum með Steppa Páls, Kostic, auðvitað Sæþór líka sem náttúrulega getur líka að spila frammi en byrjaði í vinstri bakverði á móti Höttu Huginn og kom inn á í vinstri bakverði á móti KFA. Bara það var jafn skrítið því ég sá það og ég fór ekki einhvern tímann Arjan Morína í hægri bakverði eitthvað móti Völsungi einhvern tímann. Jú, það var eitthvað svoleiðis. Og hann stóði sem það bara þokkalega. Já, bara mjög vel. Já. Sæþór hefur verið bara fýtt þar líka í vinstri bakverðinu, sko. Einmitt. En Sæþór líka fram með hann, þú veist. Svo, hægri bakverðinu, við erum með 2 fína þar, við erum með Einar og Ágúst þar. Þú veist, það er eiginlega bara svona, fyrir framhaldi, þá er eiginlega best að fá, allavega einn hafsend, skilur við. Einmitt. Að því, þú veist, ef við fáum einn hafsend og segjum að Chico séu tímabilið sem hann sagði mér í fyrst eftir að, ég heyri honum aftur, hann sagði mér í fyrst að hann var líklegast úr tímabilið og náttúrulega Óli er að fara þarna og þá klárum við tímabilið með 3 hafsenda, þú veist, eða 2 hreinrækta hafsenda, skilur við, Steppi, þetta er svona, getur spilaðar, en hvað er þetta eftir, það er allavega að hafa 3 svona hafsenda skilur, svo eru bara með Steppa sem getur hoppa hann inn. Þetta er ekki beint staðan sem þú vilt vera eitthvað með eitthvað vera að plástra, sko. Nei, alls ekki, þetta er senast, þú veist, ég bara frekar með eins og bara, vinstri bakur, frekar bara plástra það bara með Sæþóri einhvern veginn. En í öðrum flokknum, er eitthvað þar?
Í öðru flokkunum það er náttúrulega Ég er að tala er eitthvað svona hafsend sem, þú veist náttúrulega Benni spilaði hafsend augnablik og var bara mjög góður, skilur, hann er upprunalega vinstri bakur, hann er líka vinstri fótar, þetta er svona Oliver, skilur, gæti verið að það er sem brútal að henda hann inn á miðjum móti, sko. Já, bara henda hann á miðjum móti, bara í ykkur djúpalega, við erum að fara upp, kallið mér, það er freka kannski bara og svo Jói í markinu líka, svona tveir bara. Já, en þú veist, þessi pæling, sko, því ég er búin að hugsa þetta svona, bara meðan við erum að taka upp, sem með þessa markmannstöðu. Markmannstað, það er svona ég myndi alveg vilja bara gefa Jóa þetta vegna þess að við erum að horfast í augu það að við erum ekki allavega í dag þá erum við ekki þú veist, Blikar og við erum ekki Víkingur, við erum ekki að berjast titil í bestu deildinni, sko. Við erum, þú veist, þannig mín pæling er bara svo að mér langar bara svolítið að spila þetta á bara okkar mönnum og ungum mönnum, alltaf. Skilurðu? Já. Og þú veist, ég veit þeir eru mjög ungir og allt það, en ég hugsa bara, veist það, við erum með ógeðslega efnilega markmann, Íring, sem er að fara í menntaskóla núna, eða ekki, er þetta ekki, jú, hann er að fara, jú. Já, bara að, þú veist, kottnungur, lofa góðu, bara eitthvað, hei, spilum honum bara, notum hann bara, þú veist, og mögulega bara, þú veist, ef að vantar eitthvað, þú veist, eins og segja, það er kannski svolítið brútal að henda Benna í hafsendin, skilur, og Já, þú veist, allir kannski góður svona, þú veist, við erum hann bekknum á höndunum inn að klára leikinn, eitthvað svona, þú veist, landa sérunum, eitthvað svona svoleiðis eitthvað, þú veist. En ég er bara búin að vera í þessum pælingum undanfarnar vikur, þú veist, með bara, þú veist, ekki bara eitthvað liði í annar deild, þetta er líka bara fyrst deild, skilur, að vera bara, af hverju er ekki bara verið að spila á bara ungum mönnum og bara búa til leikmenn. Já, ég er sammála. Hvað ég meina? Já, líka bara Ég er ekki að tala um það að bara fara í einhverja byltingu núna allt í því ég er komið einhverja flugur í hausinn í miðjum hlaðars og þú skilur bara búið til einhverjar Donnarumma-týpur og eitthvað svona. Líka markmannstaðan er svo miklu öðru í sér staða en aðra stöður, sko. Eða þú veist, þú getur alveg verið með, þú veist, ekki það að mér veist Jó ógeðslega góður og svona, þú veist, stóð svo ógeðslega vel með augnablik og góð týpa líka, góð náungi. Já, bara og líka bara, hann er ekki bara eitthvað góður að verja, hann er bara, mér finnst að verið með rugglað, það sem að mér finnst svona besta við hann, er að hann er með rugglaðasta handling, bara þú veist, á boltanum, hann bara grípur allt. Hvað er hann Þú þarf að spyrja hvað hann er stór? Já. Ég bara veit það ekki, ég er svo ógeðslega lélegur að finna það, ég veit ekki hvað ég er stór. Eru til eitthvað myndir á honum með? Já, það er. Það flett upp, er Skrani búin að vera vellum núna eitthvað? Ég held ekki. Nei, er það nokkuð? Nei, hann hlýtur að vera hlusta á þetta, sko, hann þarf að fara að mynda þetta. Nei, sko, að því, þú veist, málið er að það er hann þarf ekki að vera, þú veist, 2 metrar, sko. Nei, og hann er alveg nógu stór, sko. Já, hann er alveg orðin nógu stór, skilur. Hann er það, en málið, bara, hann er líka svo, það er svona skrokkur á hann, skilur. Já, svona unit bara. Já, hann er 2007, sko, þú veist, ég held ofta að hann sé bara jafngamall í ég, því hann er að spila með jafnöldum mínum bara daily basis, sko. Og ég er núna, þú veist, það sem ég er í Fjölni, mínir markmenn. En alltaf Sigurjón og Sigurjón Daði og já, og hinn alltaf líka, sem er í U19. Halldór Snerri, sem er í U19. Og þeir eru ekki hávaxnir, sko. Nei, Sigurjón er bara lítill, sko. Já, hann er samt, þú veist, maður stendur hljóðan, hann er alveg 1,80 Já, náttúrulega markmenn, þú veist, ef þeir eru ekki 2 metrar á hæð, þá lúkar fyrir að vera 1,50 eða eitthvað, sko. Og málum með Sigurjón að hann er svona, hann nær allt upp í þar hæðir einhvern veginn sem að hann bara nógu stór og hann vill komast í og einhvern veginn ég aldrei fatta af hverju hann grípur svona mikið á boltum eins og hann grípur með hæð, sko. Og svo er líka Halldór Snerri náttúrulega sem er, þú veist, bara á stærð við mig. Já. Kringum 1,80, ég er ekki að segja, ég segi 1,80 en hann myndi segja að hann er aðeins stærri en ég held og hann er svona 1,80 held ég. Já. Og hann er líka, sko, þú veist, það er enginn sem horfir á hann, ég er núna bara að tala um mig, þú veist, og stærri markmenn, ég horfi aldrei á hann þegar hann er að spila með okkur, æfa með okkur og eitthvað svona, hann er lítill eða eitthvað, skilju, af því hann bara fucking ver bolta og hann grípur bolta, skilju, og maður þá, þú veist, ef þú ert bara góður í marki, þá ertu ekkert eitthvað, njá, þú ert ekki 2 metrar, sorry, þú veist, þú ert ekki þú veist þetta, hann er, en samt, Jói er stór, sko. Já, hann er nógu stór. Hann er örugglega svipaður og Sigurjón, sko. Alveg örugglega, já, bara svona í kringu það. Svo er hann með þetta svona handling dæmi eins og þú já, hann er og bara góður í löpunum líka, það er líka mjög gott í
spila í þennan bolta, já, bara góður í fótbolta bara, já, einmitt, og hvað er þetta eftir, já, bara good guy, já, en já, eins og segi hann stóð sér mjög vel á móti líka að þú veist, gæjar sem eru ekki það ég sé að hæðir hans sé weakness, af því það það ekki og hefur einhvern veginn aldrei, en þú veist gæjar sem eru með svona weakness innan gæslappa þú veist, þeir þurfa að finna leið til þess að bara expósa það, eða þú veist, skilur til þess að, þú veist, kæfa það bara í drasl, skilur, og vera fucking góður í ykkur öðru, skilur það er bara svo, þú veist, bara besta dæmi sem er on top of mind Lisandro Martínez sem er bara dvergur í hafsend, skilur hann er svo fucking góður í öðru já, menn, þú veist, þá bara spilar þú ekki leikinn eins og, Van Dijk spilar hann, nei, þá ertu bara ógeðslega hraður, þú ert bara í ógeðslega góða formi, skilur bara góður og bara, þú veist, hoppar hátt bara, þú veist, góður ógeðslega góður í fótbolta bara, þú veist hitt sérstakett, skilur, og allt í hún ekkert veikinn þarfst ekki að vera Bráda Hangland til að, geta að spila hafsend já, en það eru fleiri gluggapælingar sem við erum farið í það nei, ég held ekki bara, þú veist, ég held að svona on top of my mind og on top of bara everybody's mind er örugglega þessar 3 stöður left back, hafsend og markmaður ég trúi því allavega já, það er það sko held ég já, þá erum við held í svona nokkurn veginn búin að setla þessi gluggamál sko já, hann opnar held ég 18. já, er eitthvað svoleiðis já, hann alltaf 13. í dag og hvað er hann, opnið miðn ágúst eða eitthvað ég veit það ekki nei, ég hef aldrei munið þetta en þú veist, ef við ætlum að gera eitthvað þá hljótu við bara að gera bara, þú veist, strax skilur því að þú veist, það er á seint eitthvað að vera að bíða bara eitthvað deadlandi eða eitthvað bara, þú veist fá okkur á deadlandi, geðu ekki góð það var ekki geðu fá 13 sekúndur bara fá Axel Kára til að rúlla eins og Harry Ragnar var alltaf í Harry Ragnar var já, það er að rúlla niður rúðuna já, það rúlla niður rúðuna og fá Átna Jói það var að sækja þjálfarinn í það fá Átna Jói til þess að fá eitthvað svona þú voru að græða eitthvað svona gluggadags svona viðtal við þá einmitt þá Harry Ragnar var að ná í Nico Kranskar í svona 8. skiptið eitthvað starf hjá Kupier på Stoke eitthvað já, bara einhver starf og þá var hann alltaf mættur á gluggadeginum og skrúnuður rúðunar og komin nýjustu fréttinar fór líka við sko Jim White fréttamaður Jim White? Já, skoskur breaking news alltaf eitthvað geggja skoskur eitthvað kemur alltaf á deadline með hvað er þetta eftir sinn skoskar reyma með nýjustu fréttinar við þurfum eiginlega að halda mögulega að vera bara með þú út var það að gera eitthvað svo gluggadagstæmi vera bara með eitthvað stjórnamann bara í beinni í hlaðarpinu og við erum með eitthvað svona í hlaðarpið live Axel bara í símanum bara við erum með Axel í símanum bara frá sko bara 17.00 og vera bara live til miðnættis bara að redda ykkur flugi frá Akureyri eða eitthvað svona þú veist, til Reykjavíkur þú veist já, hann það bara, já, einmitt, það er að ná í ykkur þú þurfum bara að skrifa undir bara, þeir eru ekki að hittast og blöndu sig já, meðir í leik einmitt, fá Axel til þess að og við erum Axel í símanum alla liðina í að keyra til þetta er svona eins og þegar ég horfði á þessi janúarglíkin þá var Fabrizio Romano live á Deadlandi og hann með einhverjum 3 gæðin sínum bara kolsveittur í símanum bara og alltaf skipt síma þegar hann batterisleis eða eitthvað skilur og bara ok guys, here we go já vera fyrir Axel í einhverju þannig bara í símanum einhver gaur á Húsavík bara einhver gaur á Akureyri bara við erum að sækja bara einhvern Kristinn Jónsson bara Kristinn Jónsson þú here we go Axel eitthvað að keyra bara Öxnadals heiðina bara að fucking gunna hana maður hann er að fara að skrifa undir bara sækja einhvern gaur djúll var það nett við þurfum að greiða það þegar maður finna þá hvernig deadline er við þurfum að og svo ringjum við svona í Átna eða Jóa live og svona fáum fyrstu viðbrögð alltaf góður leikmaður já, fá eitthvað við erum bara live á Facebookinu bara, við erum bara bara í æð bara já, við erum bara eitthvað búin að greiða eitthvað Twitch aðgangi eitthvað, við erum bara í einhverju algjöru ruggli það verður veistlega já, það er bara slegið, þetta er lofgóð hugmyndir sem við sleppum já, við líka það er alveg slemt að fara að segja hana núna já, hvað heldur að fólk sem var að hlusta þetta og bara eitthvað mér er alveg saman að þeir gera ekki nei, þeir verða að gera það það maður veit aldrei, svo kemur annar batn og þá já, jésús maður
En já, næst leikur samt á núna laugardaginn á móti Völsungi á Húsavík Á Húsavík? Já, á PCC-vellinum. Er það grasið eða gervigrasið? Er það ekki grasið? PCC? Er Húsavík, nei, Völsungum með gervigras? Já, ég hef spilað þar og Já, Íslandsmóti. já, alveg rétt. En það er hérna, já, já. Nei, þetta hlýtur að vera grasinu. Ég held það, ég minnir að ég sé konur að ég sé. Jú, þeir eru alltaf grasinu, sko, málið við spilum bara þarna það er líka komið. í hitti fyrra og þá var þetta bara grasi held ég ekki að vera tilbúð, bara gamla góða. Sko, við keftum á móti KFA 1. júlí held ég, einhvern tímann í byrjun júlí. Já. Og þeir voru ennþá inni, af því að grasið er ekki tilbúið. Það var engin grasvöld tilbúin bara... Ég skil ekki hvernig það er komin í júlí, skilur, og þú ert með grasvöld sem heimandi aðalöld, sko. Já. Og hann er ekki reddi. Nei, ekki bara, vilja ekki bara spila inni, það er ekki málið. Þeir, sko, mann er grasvöldi fyrir, sko, KFA, það er en vill samt ekki, Fjarðabyggð, Leikni Fosk. Þróttur í Neskupstað. Já, sko, grasvöldinir sem ég hef spilað á fyrir austan, á Eskifirði og hvað fleiri grasvöldir en það? Nei, það er Höttur Huginn alltaf, það er Höttur Huginn. Það er fínvöllur. En ég er að gera svona KFA núna. Það er sko... Fásk, ekkert í Neskupstaði, eitthvað svoleiðis, Reyðarfirði. Reyðarfirði er alltaf bara höllin, sko. Já, alltaf höllin er þar. Já, ég hef spilað á nokkrum græsvöllum og ég er alltaf... Er ekki eitthvað á Neskupstað? Eða er það ekki Eskifirði eða eitthvað? Pottjett. Já. En ég man bara sterkst, sko, eina sem ég næði að hugsa núna er völlurinn á Eskifirði og það var bara eitthvað djók, sko, ég hefur alltaf verið. Og þannig ég myndi ekki, þú veist, ég er tím gervigras, en ég bara myndi allan daginn spila inni. Þótt að vera, sko, bara 20 gráður og logn úti, ég myndi bara inn með mig, sko, bara í staðinn fyrir að spila á þessum lélegu grasvöllum fyrir austan, sko. Þannig ég, En Völsungur er náttúrulega ekki með fyrir mig bógan sem var ekki gaman að spila þar. Nei, mitt. En það er náttúrulega ekki þeir með gervigras. Já, ég segi þeir með gervigras, þannig að leikur verður alltaf Húsavík. En það er náttúrulega ógeðslega lítill gervigras eða það er svona, þetta er svona ógeðslega dökkt gúmmi. Já, slítið og eitthvað, já. En já, þetta er samt, hvað, þú veist, maður sjá, Völsungur tapaði 3-2 á móti Dalvík, seinsleik. Þú veist, þeir eru 9. deildinni. Já. Sindri 10. KF 11. Og þetta eru 3 næstu leikir hjá okkur. Og Sindri og KF á heimaðalli. Það er dauðafæri til þess að gera eitthvað núna, sko. Já, þú veist, ef við vinnum þá, sem við eigum að gera alla hana 7 stig. Eða þú veist, ég er bara svona, ef við tökum 7 stig af þeim, ég leiði því alveg að slæta, sko. Þú veist, ef við bara hörkum eitthvað, þú veist líka eins og við fórum úti allar mútið Sindra, þú veist, þú getur fengið rautt spjald, skilurðu, og þú getur það bara já, það var líka fyrsti leikurinn. Já, bara 1-1 og bara sættið þið stig, bara virðum það, þú veist, 9-7 stig. Við vorum búin leið og við erum, ef við náum 9-7 stig úr þessum klukka, þessum 3 leikjum, það bara er mjög solid, sko. Og þú veist, þá eru komið með 12-10 stig. Af því þessi lið fyrir ofan okkur líka er að spila mútið hverju öðrum og þú veist, annað, sko. Já. En við vorum búin að ræða þetta bara helgina, bara við tveir, þú veist, ekki já, bara off mic, eða hvað sem maður segir. Off-air, já. Hvað niðurstöðu voru að tala um það? Var það ekki sem þú varst að segja núna? Jú, var frá 7 stiga, já. Einmitt. Og svo líka eins og segir, en þú veist, við viljum sætt bara sigra, skiljum. Já, ég veist, 9 stiga bara, þú veist. Já. Það er bara markmiðið, sko. Já, líka eins og þú veist að segja að, þú veist, að liðin er að kemja út ykkur öðrum hann uppi. Einmitt. KFG er að kemja út Dalvík Reyni og KFA er að kemja út Þróttur Vogum. Já, einmitt. Þetta, þú veist, þarna er bara Þróttur Vogum sem eru bara með besta lið í deildinni samkvæmt nokkur, skilur og við erum að fara að rúlla yfir þessa deild. Þeir eru 2 stigum fyrir ofan okkur. Já, pældi. Og við erum með miklu betri markatölu. Einmitt. Þannig að þeir gera jafntefli og við vinnum, þá erum við bara komin ofan Þróttur Vogum. Já. Svo eru Dalvíkingar 3 stigum fyrir ofan okkur. Þeir tapa við vinnum, þá erum við komin fyrir ofan þá. Og þeir eru að KFG næstleik sem er líka fyrir ofan okkur, en þú veist. Mér finnst bara, þú veist, ef við vinnum næstu 3 leiki og komum við 12 stig úr 4 leikjum, þá erum við bara komnir í topp 3, skilur við. Já, það er bara sem með þessi deild. Við erum alltaf komnir í topp 3 þá, sko. Einmitt, eins og við vorum að tala um stelpunar, við vorum að tala um að hvert stig skiptir máli og alltaf. Það er í þessari deild lík hjá okkur,
að, þú veist, þú sér sko, við vorum búin að tapa ykkur fjórum af senstu 5 leikjum fyrir sensta leik í deildinni. Pældi, við vorum búin að tapa sko, það voru 15 stig í pottinum og við náðum 3. Ef pælir í þannig. En við vorum samt uppver. Já, af því að við byrjum svo vel. Já, við byrjum svo vel. Nei, ég bara segja, þú veist, það er ekkert lið, skilur, sem er að tapa 4 af 5 leikjum í ykkur eðlilegri deild, sem er bara eitthvað svona, já, þeir geta ennþá unnið deildina. Já. Eða skilur þú veist. Ég líka bara því að, eins og segir, að því að líka 3 stig eru bara 3 stig, sko. Já. Eða þú veist, það skiptir engu máli þótt að við eða þú veist, 3 stig eru alltaf 3 stig, því skiptir engu máli þótt að við séum útivöll með KF. Það er bara alltaf, ég veit að, eða heimavölli á móti KF, skilur, 3 stig eru bara alltaf 3 stig, sko. Já. Og þú veist bara, að fucking hala þeim inn, sko. Já, einmitt, það er mjög málið. Það hljómar ógeðslega heimskulega einfalt og allt það. Já. En þetta er bara staðreynd málsins. Þú veist, já, hvað sér? Nei, ég vil bara segja, þú veist, í þessari deild, þá skiptir svo miklu máli að tengja saman sigra. Þú veist, ef þú tengir 2-3 sigra saman, þá ertu bara komin í annarsætið. Líka þótt að þessi í öðru, þá er örugglega auðlegasta liðið í þessari deild, KFA. Nú? Mér finnst það, ok, þeir eru ósigraðir og okkur frábærum árangri og okkur bla bla. Já. En þeir eru búin að vinna jafn marga leiki við. Já. En við erum með 5 fleiri töp. Já, pældi. Þeir eru með 5 sigra og 6 jafntefli. KFA. Við erum 5-1-5-1. 5 sigra og 6 jafntefli. Þeir eru með 6 jafntefli í 11 leikjum. Já. Þú veist, þeir eru búin að gera jafntefli meira en helmingur leikinu sínum. Basically helmingurinn. En þú veist, þetta líka, þú veist, þetta getur kosta KFA svo ógeðslega mikið, skilur. En það er spurning samt, þú veist, hvernig þessi jafntefli hafa komið, hvort þetta sé eitthvað svona þeir að stela. Já, en þetta er þessu kallað auðlalegasta, þú veist, það sem ég séð nokkur mörk og nokkur leikjum eitthvað svona, það sem að þeir eru fá marka á 90. mínútu og eitthvað svo fáðu rautt og það er eitthvað ógeðslega brafgurt að gera þetta bara rautt eitthvað á þessum tíma. Þú veist, þeir eru búin að vera meira og minna bara að fá mörk á svo bara seint í uppbótartíma. Já, ok. Og svo er þetta alltaf eins og, ég manni við skorum á móti þeim alveg annað seint í uppbótartíma. Og ég var bara, ok, nei, ég snýði uppbótartíma í lokin. Ég var bara að bíða eftir að við myndum bara jafna, sko. En, þú veist, sáleikur maður, við áttum að fá víti allavega og... Já. Þetta var þróskallleikur. En hvað er þetta eftir? Þú veist, já. Mér veist, það er náttúrulega máli líka með sigra, skilur við. Það skiptir alveg hvert stig miklu máli. En bara ef KFA, þú veist, eða uppbótartíminn var 2 til 1 mínútu, þú veist, ef og hefði alltaf, en ef uppbótartíminn var 1 mínútu bara minna í kannski 2-3 af þessum leikjum, þá eru þeir bara rúlið verið svo dildskil, eða þú veist, þeir eru bara komnir langleginn bara með þetta bara, þú veist. En bara, ég sé, starrinn málsins er bara það að þú veist, þeir eru bara með 21 stig eftir 11 leiki og við erum 5 stigum eftir þeim. Nei, 5 stigum eftir þeim, sem er ekki neitt. Það er ekki neitt í þessari deild. 3 leikir, næstu 3 leikir. Við eigum 3 af neðstu 12 liðunum. Við höfum öll liðin nema neðsta lið af þessum neðstu 4, segi ég. Já, fyrir ekki, 3 af neðstu 4 liðum ekki, já. Það er döðafæri, sko. Já, það er döðafæri og 2 á heimaleiki, nei, heimavelli. Og menn KFA á, að ég er bara svona að miða við eitthvað 1 lið. KFA á Þróttu Vogum á heimavelli. Það miðstigur annar liðið miðstigur sér þar. Já, það sem ég er að segja. Þeir eru KF á útivelli. Sem er allt í einu orðið eitthvað víið þar, eitthvað, þeir bara byrjar að vinna Hauka, ekki það er eitthvað vesna að vinna Hauka og þótt að við umklúra en... Nei, en svo allt í einu bara eitthvað KF, bara eitthvað, fengur Sító, bara eitthvað, Já, bara mættir allt í einu, bara arguably best leikmann í deildinni, skilur núna. Nei, þú veist, já, svo eins og þess að getur allt gerst eitthvað, ég meina... Já, þú veist, þú tekur ekki rútuna til Ólafsfjarðar og bara eitthvað gengur út á völl á þess að hitta upp og vinna leikinn, skilur, þú veist, ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað núkamp, sko, og alls ekki, og þetta er ekkert eitthvað... En þeir eru svona undafæri, þú veist, þeir eru með fleiri stig senstu 5 leikjum en við. Hvað segir þetta aftur? KF eru með fleiri stig senstu 5 leikjum en við. Þeir eru með 9 stig senstu 5 leikjum. Já. Þeir eru komin úr fallseti, eða? Nei, þeir eru ennþá fallseti en eiga leikti góða. Þeir eru ennþá fallseti eftir þetta? Já. Eiga leikti góða því að var einhver... Menn voru ekki að æða bara inn á völl og bara taka sem vilja, sko. Bara hérna í byrjun, sko. Við náttúrulega skiptum markmann líka. Við náttúrulega hittum, ég bara hljóta bara lífsnöðsulegt fyrir það. Við náttúrulega unnum það í byrjun og slæma genginu þeirra. Já, við bara
vorum bara betri í þeim leik, við refsum þeim einhver rautt, bara Bragi skoraði 4. Já. Það var bara svona, já, á einhverjum Við ættum bara hræðilegum velli. Og bara tók á þessum vildum, bara. Já. Og bara bara eins og segja, 3 stig, bara kláruðum og bara alveg sama hvernig. Hvað eru Haukarnir langt frá fallseti? Sko, Haukarnir eru 3 stigum frá fallseti. Já. En starrend málsins er að KF er í fallseti með 9 stig og 3 stigum frá Haukum. Þannig og leikti góða, þannig að þú veist, ef KF vinnur þá eru Haukar 2 stigum frá fallseti. Pældu í því. Sem þetta. Ef KF vinnur sinn leik eða gerir jafntefli sem það er eitt góða, skilum mig á maður sem er á móti Völsungi þá eru Haukarnir 2 stigum frá fallseti. En núna? Þeir eru núna, as we speak 3 stigum frá fallseti. Þú veist, þeir eru bara 3 stigum, skilur, þannig að þú veist segðu bara lið 12, 11 og 10 9 Haukar 12 stig 8 Haukar 12 stig 9. Völsungur 10 stig 10. Sindri 10 stig 11. KF 9 stig og Völlarnir og KF er leikt í góða þeir eru að kemma um það er einhverju landsleikjar bulli. Pældu í því ef Haukarnir myndi falla? Nei, það væri huge. Ég skil ekki Hauka, við höfum oft rætt það ég skil líka að því að málið er ég hata ekki Hauka, skilur við. Nei. Ég hata samt svona ég hata Þrótt Reykjavík. Já. Bara ég hata þá örugglega meir en Leikni. Ég veit ekki, eða þú veist, bara þú veist, ég hata þá. Ég hata kepp mótið og okkar. Já. Já, ég hata Leikni, ég bara hata öll svona lið. En ég hata svona mótið Haukum, við töpum alltaf. Þeir eru bara eitthvað í hræðilegu standi, allir perraður út í alla, bara eitthvað, alltaf að kúka á sig. Svo mæta þær á gemleðallin og eiga bara eitthvað leik lífsins. Já, það er bara málið með Haukana, maður bara eitthvað, þú veist, svo bara eru bara hver sem bara getur farið bara á blásvelli og bara gert það sem er sýnist, sko. Já, ég meina bara. Svo bara mæta Íranga og það er bara eitthvað 5-0 í hálfleik. Já, einmitt, bara eitthvað 4-0 í hálfleik. Bara unnöta 6-1 bara og þá halda þér upp á því, sko. Það eru sem svona lið, þú veist, eins og hjá mér það var alltaf Grótta á Vestri maður alltaf bara grótaði bara eitthvað og bara Vestri bara kúkandi bugs bara mótið bara hvaða lið sem er og svo bara mætið og þá er maður alltaf komin einhvern eldingaleik bara og maður er bara eitthvað lamaður og þú veist maður bara hvað lið þetta? Líka eins og flestir vita ég held að allir sé að vita þekkja það samt líka að ég Wolfsall líka með Swindon sem svona búkilið. Já, það er bara hvað það er að Swindon mæti Wolfsall. Já, það er bara alltaf fucking 5-0 fyrir Swindon. Þeir sé að falla og við erum að fara upp, sko. Ekki það sé staðan, en þú veist, já, það er bara það er svona, fyndir svona sálfræðilega baráttur, sko. Já, bara þú mætir ég held að bara, það hlýtur svona að bara, þú veist, ég leikmann hljóta bara mæti leikin múti Haukum, við fórum yfir þetta og þegar við með stefni, í seinustu 7 leikjum eða eitthvað, milli þessar liða, það var unni 1 leik. Og við höfum einhvern veginn, ég held að við höfum alltaf eitthvað verið frá ofan á í deildinni undanfarið. Bara alltaf, held ég. Þeir eru alltaf í 9. og við erum alltaf í svona gamla góða 7. og 7. En þú veist, eins og segir líka, að tengja saman sigra. Dalvík Reynir búin að vinna seinustu 4 leiki og eru mættir í 4. sæti. Já, þú veist, frá kannski 8. eitthvað. Já, bara frá, einhverju rugli bara. Já, ég frá því bara að vera, þú veist, hvað þeir töpuðu fyrsta leik, gerir jafntefli í 3, eitthvað svona voru bara, svona mistið þessi smá. Svo allt í einu bara eitthvað, bara við erum að vinna, bara hættum að tapa. Þú veist, unnu okkur líka, þú veist, bara svona, þetta er bara svona. Já, Dalvík, við töluðum það í uppbytunarþættinum fyrir móta að, þú veist, Dalvík voru alltaf að fara að gera eitthvað, sko, þú veist. Já. Líka, ég hvað er þetta aftur? Skilur, þú veist, það er bara þegar ég var að kemja út í Dalvík þú veist, ég hef alltaf trú að ég muni vinna leikinn, skilur á móti, saman okkur mótið þær en ég var einhvern veginn svona þegar ég kemja út í Dalvík talandi svona búkilið og eitthvað, svo sálfræðilið er ekki Dalvík líka bara svona eitt af þessum liðum sem við erum alltaf bara eitthvað eins og við vorum að tala eitthvað bara við erum að vinna 3-1 8. svo bara endar þetta 3-3, 4-3 eða eitthvað þetta er bara svona ruggleikir eitthvað en, jú, það er alltaf bara bara crazy leikir eitthvað en þú veist, ég var eitthvað en alltaf bara eitthvað svona jafntefli á móti Dalvík, bara útivelli, skilju bara fínt, skilju en þú veist já, þessi Dalvíkuleikir fórum yfir einhverjum mann ekki hvað þetta var en þessi Dalvíkuleikir er alltaf eitthvað rugl, þú veist, það er alltaf eitthvað, þú veist en eitthvað læti og núna allavega að við séum búnir að vinna, skilur við og að við eigum
þú veist, ef við vinnum mútið Völsungi tengjum þessa 2 sigra saman erfiður útivöllur mútið Völsungi skilur langt ferðalag og síðan ógeðslega miklir yfirbyrður á mútið Hetti Huginn Já. þá hljótu við bara að fara að þú veist, þá hlýtur að koma miklu meiri trú bara í Já, þú veist, eins og segir að þetta leiti ekkert eðlilega lélega út bara fyrir bara tveim leikjum bara fyrir Höttur Já, þú veist Höttur Huginn leiki var bara svona að þeir eru líka minni með mörg stiga við með sem ofan okkur ég held að þetta getur verið svona deildina akkurat hálflega núna, þetta getur verið svona viðstunningspunktur sko. Já, þetta það og þú veist við vorum alltaf jákvæðir og við erum ennþá mjög jákvæðir tímabili hálfnað sko. Þú veist, við bara slökum aðeins á þú veist, þetta slæma gengi bara þú veist, það er bara við lifum og þú veist, ef við lærum af þessu þá er þetta bara ákveðst lærtamur og allt það sko en bara þú veist, við erum enginn að fara að grenja yfir stöðinu eins og hún er núna, við erum í bullandi séns en þá og eins og ég segi líka bara byrjum að vinna næsta leik og sjáum bara hvert það leiðir okkur og svo bara vinnum við leikin eftir það og sjá hvert það leiðir okkur það er líka svo gott við næsti þessi leikir mútið Völsungi KF Sindra KF og Sindra á heimavelli og Völsungur útvelli eftir það eigum við nefnilega Víking Ólafsvík á útvelli Þrótt Vogum á heimavelli og KFG á útvelli þetta eru 3 bara innbyrðis leikir hann uppi, þetta er bara eins og við værum í ykkur bestildar play-offi, skilju og við værum bara að kemja móti sem, þarna eru bara, og þetta er líka svo gott veganesti mæta bara með 12 stigur sem 4 leikjum í bara á Ólafsvík Já, þú veist, við unnum á 7-0 senasta leik, sko þú veist, ef menn alltaf ekki að fara að vera eitthvað allt einu eitthvað litlir, að því við erum að spila eitthvað bara hjóla í þá, skilju bara, herri, já, er þetta ekki bara liðið sem að þú veist, við bara löppuðum með það senast já, ok, heyrðu bara, ok og svo er það Þróttur Vogum heima engar ágjörð því svo er KFG og sú bara sprungin, sko, þú veist, er það ekki það? Jú, ég bara held það, þú veist, þeir senstu 4 leikir, jafntefli, sigur, tap, jafntefli þú veist, skilur, ég er að tala þá verður hún sprungin, þú veist, þeir geta ekki endalaust kyrt á einhverju stemning og fyllir í þeir hljóta líka bara núna, þeir hljóta að vera bara sáttir með tímabilið bara, já, minna, þú veist, ég bara veit fór að fakt að þeir eru bara æfandi einu sinni viku og það er bara eitthvað reytur að spil og þú veist, skilur, þú veist, þetta er bara eitthvað svona djók, þú veist, þetta er bara svo bara eitthvað gæð sem kemst ekki þá bara já, með, þetta er semi þetta er bara Umbólti bara semi já, þetta er bara eitthvað svona fjórðutöldæmi, sko en þú veist, eins og við tölum í einhverju þætti, skilur, þú veist, þessi strákarlega góður í fótbolta já, bara mjög góða leikmann með betri gæmi sem deild, þú veist, og það er alveg ástæði fyrir okkur þeir eru búin að vinna leiki, þú veist, þeir eru ekkit þú veist, þeir unnu okkur, skilur ekki, á heimavelli? Jú, heimavelli Nei, meina, þú veist dómar skandal vil ég meina allavega, það er annað já, en þú veist það er enginn, þú veist, við höfum alltaf að tala vel um það og allt það, skilur, en ég bara segja ég held bara þá það partíð að vera búið þá, sko já, þú veist, ég meina það er nóg eftir bæði fyrir liðins okkur sem þurfa að sem er búin að vera smá að kúki buks undanfærið, skilur, og þurfa að gera okkur aðeins og það er líka nóg eftir fyrir lið bara eins og KFA þess að tapa 3 leikjum eða eitthvað og þá er þeir alltaf mættir stöðun okkar og það er fullt eftir að gera sér sem móti, sko en kannski fyrir maður að leggja loka punkt á þetta hjá okkur. Hvað er næsti leikur? Næsti leikur úti, ekki? Jú, hjá strákurum. Svo eru stelpunar á föðskvöld. Já. Múndi IH á heimaðalli. Jú, á heimaðalli, jú. En nema ef einhver er að hlusta fyrir 1930 miðvikudaginn 13. júlí þegar við erum að taka þetta upp. Nei, 5. daginn 13. júlí þegar við erum að taka þetta upp. Stórefað, sko. Já, í stórefað líka, en ef ykkur er að gera þá er leikur sem bara 1930 já, 3. flokki 8 úrslit í bikarnum móti IA á IR-allurum já, en hvað er þetta eftir það er líka í 3. flokki það er líka, þú veist, eins og þessi Jói hann er í 3. flokki, sko já, þú veist, hann er í 3. flokks leikmaður hann er samt bara unit bara, sko svo líka þarna aðrir svo mjög góða leikmann úr þessu 2007 hvað segir maður, árgangi eða hópi sem eru mjög spennandi, sko. Það er sterkur árgangur hjá okkur. Já, mjög sterkur árgangur mjög sterkur, sko, en já, ég held að
Ég held að þessi sigur mútið höttu í og ekki bara sigurinn líka bara að því að þú veist, við vorum líka svo góðir í þeim leik. Já, einmitt. Eins og við unnum mútið KVF þar sem við gerum 2.90. Já. Bara deginum eftir að Reynisdóttir fættist. Þá vinnum við 2-0. Já. Sem 2.90. Einmitt. En við vorum ekkert eitthvað, ég vil sé betri íleiki, orða þannig, eða framistöður, þótt að það hefur verið ekkert eðla góður endir, en á móti höttu í hugum, þá vinnum við 2-0 og bara sannfærandi, bara ekkert eðla sannfærandi, Já. En þegar við vinnum móti KVF, þá höldum við áfram að tapa, töfum 3-4 leikjum í röðu eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var. Já, það var eitthvað svoleiðis. Já, en ég held núna bara... Og hérna, byggarleikurinn, fótbolti.net byggarleikurinn. Já, augnablik, en þú veist, ég tel hann eiginlega ekki með. Nei, við vorum bara að spila og hérna... Við róteruðum bara ekkert eðla mikið og bara, við vorum bara að hafa gaman á sig þó, sko. Já, Bragi var í fríi og þú veist, allir mittir og eitthvað, já. Það var bara eitthvað svona að spila play for the badge, en hérna, hvað þetta eftir, já. En við erum bara jákvæðir. Ég held að sé ekkert mikið meira að segja en það, bara, hvert stig og eiginlega sigur skiptir. Já, ef við ætlum að summerina þáttu upp og þá þetta hérna, þá voru þetta bara smá afsækjanir í byrjun og svo voru þetta alls konar pælingar og kannski aðalatriði úr sem þetta er bara að við þurfum að fá Axel í hérna gluggadags geðveikina bara... Hvernig á hann samt að vera þegar, hann þarf að vera ógeðslega sveittur. Hann þarf að vera með AirPods. Já, hann þarf allavega, 1 eða 2. 2, já, hann heyri samt einhvern veginn í okkur. Já. Og svo hann alltaf að þurrka ennið á sig hvað hann sveittur, og það er einhver kompaðinn inni, Já, ógeðslegt, en hann þarf að vera ógeðslega sveittur. Á hann ekki að vera í bindi. Hann þarf að vera í frontkamerunni. Já, en þú veist, hvernig á hann að vera klæddur? Nei, hann á ekki verið í bindi, hann á að vera í hverju er Axel. Er hann ekki, eða er hann í bara svona skyrtu? Hann er alveg skyrtukall, hann er svona fá hann í eitthvað svona Köpenhán skyrtu. Já, hann létta þannig. Fá hann hérna eitthvað svona, já, ég held það. Og þú veist, hvað mánuð það verður? Ágúst, já, svona, það er bjart, það er nýbyrjað að dimma. Hvað, þú veist, er þetta... Þetta er eitthvað svona Axels jakki yfir. Já, svona galla jakki eitthvað svona. Nei, úr hvað er þetta? Eitthvað svona... Ég veit hvað með svona, já. Svona þykkur. Já, svona brún. Svona kragadæmi. Já. Svona brún eitthvað. Já, ég held allir viti hvað við tala sem vita, já. Er hann ekki alltaf í þessu? Bara svona, já, er afsættíð, ok, fyrir hann. Já, er að fara í lunch, bara ok, fyrir hann. Svona þannig jakki. Ferming, já. Já. Nei, já. Já, einmitt. Og svo er hann með sólgleraugu svona hérna þegar hann fer út. Já, einmitt. Og já, AirPods, hann er mjög góð punktur, hann með AirPods. Hann þarf að vera með AirPods og í frontkameru. Já. En og svo þarf Árni að Jói að renna við á Já, við þurfum að fá þetta í gegn. Það er nokkuð hlutir sem við þurfum bara að tækla á klukkutíðum. Við þurfum að fá hérna bílrúðnar alveg skrúa þar alveg bara beint niður, sko. Já, samt var hann ekki regnamber alltaf með þetta? Jú, þetta fór svona 2/3 niður. Googla hvernig regna var með hvort hann hafi skrúað alveg niður eða hvort hann hafi Google bara regna hérna Deadline Day hérna, já, Harry Regnab, Deadline Day. Það var þetta ekki svona hálfur /2/3 niður? Þetta er alveg skrúa alveg niður, já, bara á öllum myndum. Hann dundraði þessu niður bara. Hann er bara og hann er með þess að með höndina úti allstaðar. Já, hann var bara bjóðum inn í bílinn. Hann er með olbúan yfir, skilur. Já, ég held að Jói muni hérna púla það. Ég held að Árni sé svona, Árni fer svona 2/3 niður og svona, þú veist. Svona aðeins eitthvað. Já, hann er svona bara lætur vita, já, hann er að koma. Og svo bara, Jói er svona, þú veist, býðum í spjall, skilur, og hann er kannski með eitthvað nammipóka og býðum mólað eitthvað, skilur. Það er svona aðeins meira þannig. En já, þá held ég ekkit meira við þetta að bæta. Það er bara kannski við ætlum að við erum komin aftur í gang og það er alveg atriði í þessu öllu saman. Og allir á Húsavík og Laugardal. Og allir að skella sér á Húsavík. Bara, ég vil ekki bara heyra neitt annað. En já, bara takk kærlega fyrir okkur og við heyrumst. Sjáumst.